Þá ætlum við að halda áfram með hyrninga og hringi og nú ætlum við að fara að velta fyrir okkur hvernig við reiknum ummál og flatarmál hrings. Hér erum við að finna ummál og flatarmál hrings með geislan 5 cm. Það er ágætt að teikna hringinn. Geislinn er 5 og ummálið var þvermálið sinnum pi. Þvermálið er tvisvar sinnum geislinn, þannig að þetta er 5 + 5 sinnum pi eða 10 sinnum pi, helmingi meira. Og ummálið er þess vegna 31,42. Þetta fáum við bara inn í vasareikn og þetta er ummál, þetta eru sem sagt sentimetrar. Flatarmálið var geislinn í öðruveldi sinnum pi. Það er sem sagt 5 í öðruveldi sinnum pi og flatarmálið er 78,54 cm í öðru. Þetta er flatarmál. Hér er svipað dæmi. Hér á að vera 3, hér á að vera 37,7 og hér á að vera 254,47. Svona lítur dæmið út. Það sem við höfum að gera er, ef ég veit geislan, þá get ég reiknað ummálið. Og ef ég veit geislan, þá get ég líka reiknað flatarmálið. Og þetta er bara nákvæmlega eins og áðan. Hérna í fyrstu umferðinni þá gerum við 6 sinnum pi hér. Og við fáum út 18,85. Notum alltaf 2 aukastafi. Hér gerum við 3 í öðru sinnum pi og við fáum 28,27. Þegar við vitum ummálið en vantar geislan, þá þurfum við að rifja upp hvernig við vindum ofan á þessu og það eru 2 leiðir. Það er annars vegar að nota þríhyrningin og halda þá fyrir það sem er spurt um. Hér er spurt um þvermálið, þannig að við þurfum að gera ummál deilt með pi. Og ef við gerum ummál deilt með pi, þá fáum við út það bil. Þá gerum við 37,7 deilt með pi. Við fáum út úr þessu það bil 6. Þá getum við gert 6 í öðru sinnum pi hér og fáum út 113,10. Við hefðum líka að geta skrifað formúluna upp í raun og veru, ummál og jafnt og þvermál sinnum pi. Síðan deili ég með þvermálinu báðum megin, deili með pi segi ég og stytti það út og fæ þá þvermál er jafnt og ummál deilt með pi, sem er það sem ég var að gera áðan. Hérna, við reiknum ekki ummál út frá flatarmáli. Við reiknum geislan út frá flatarmáli og getum þess vegna reiknað það tilbaka. En við þurfum að muna það sem ég gerði áðan, að ég fékk náttúrulega út þvermálið áðan þegar ég geri þetta og breyti því í geislan með því að deila með 2. Gleymd að nefna það. En við getum notað þríhyrning hérna en það er pínu snúið vegna þess að þetta er geislinn í öðru veldi en ekki bara geislinn. Þannig að ef ég seti þetta inn þá fæ ég flatarmálið sem er hérna, ef ég held nefnilega fyrir geislan þá er þetta flatarmálið deilt með pi og svo þarf ég að taka kvadratrót af því. Og ef ég geri þetta þá fæ ég út, þá þarf ég að taka kvadratrótin af 254,47 deilt með pi, út úr þessu fæ ég það bil 9. Þegar ég geri svo 9 + 9 sinnum pi til þess að fá ummálið, 9 sinnum 2 sinnum pi, þá fæ ég 56,55. Ef ég ætla að leiða þetta út, þar að segja, flatarmálið er geislinn í öðruveldi sinnum pi, þá deili ég með pi báðum megin og þá er
flatarmál deilt með pi orðið að geislanum í örveldi. Til þess að losna við annað veldi þá tek ég kvaradrót. Hún styttist út, þannig að kvaradrótin af flatarmálinu deilt með pi er jafnt og geislinn. Ef að þið sláið þetta inn í vasareikni í einni romsu, eins og ég gerði hér, setið þá sviga utanum allt saman sem er undir kvaradrótamerkinu. Fyrir svolítið þetta í vasareiknum hvað það er í raun auðvelt að slá þetta inn. Þá er það síðasta dæmið. Hér er 2 hringir. Stærri hringurinn er með geisla upp á 8, minni hringurinn er með geisla upp á 4 og við höfum að reikna bláa svæði sem svæðið á milli hringjana. Við gerum það með því að reikna flatarmál stóra hringjarins og svo drögum við litla hringinn frá því það er eins og sé búið að klippa hann innan úr. Þá þurfum við bara að vita hvað hann er. Þá sjáum við hvað klift mikið í burt og þá höfum við að sjá hvað setur eftir. Aftur þurfum við að muna að flatarmál er geislinn í örveldi sinnum pi og við reiknum bara flatarmál stóra hringsins sem er þá 8 í öðru sinnum pi. Svo reiknum við flatarmál litla hringsins sem er 4 í öðru sinnum pi. Við fáum einhverja tölur út úr þessu. 201,06 50,27 og svo bara draugum við frá. Notum vasareikni í þetta allt saman nema við viljum sérstaklega spreyta okkur í huganum og þá fáum við flatarmál upp á 150,79 rúm sentimetra. Finnum bara mismunin. Þá er þessu lokið.